eftir því hvað þið voru lengi á vakt, á lengstu vaktin á ykkar ferli? Nei, ég man ekki nákvæmlega, en það til dæmis þannig að við flugum til New York á fjörkunum fram og tilbaka og án þess að fara á hótel að fá hvíld í New York, sko. Og hver flugtími til New York, þetta tók 12 og 13 tíma, það var svona lágmark, sko. Og gáttu ekkert hvílt ykkur neitt í New York, eða hvað stoppuðu sko, nei, það var ekki neitt, það var bara sett farþegarnir af og aðri teknir í staðinn. En ég man eftir miklu lengri flugum en það, vegna þess að þegar við vorum í flugunum þarna, innflytjendaflugunum frá Ítalíu og Frakklandi niður til Caracas í Suður-Ameríku, að þá flugum við hérna sko dag eftir dag. Ég man nú ekki hvað marga sólarhringa, en það var flogið þar til að var komið tilbaka upp til Puerto Rico, þar sem að hér að við hvíldum okkur og tókum banana fyrir leiðina heim. En ég man nú ekki, sko, þetta voru þó nokkrir sólarhringar sem við vorum þá í vélunum, sko, á leiðinni, en við vorum kannski 3 flugmenn, held ég að það hafi nú oftast verið. Ég man ekki eftir einum reglum flugtíma. En það voru engar reglur þannig, nema bara þegar við gátum ekki meira. Það var ekkert verið að, sko, og vélarnar þurftu að þá að fara í stopp eða skoðun eða þess háttar, sem að var nú oft framkvæmt að miklu leyti af flugvélstjóranum sem var borð. Þá var alltaf flugvélstjóri og þeir unnu oft gríðarlega mikið við skoðanir sjálfumennirnir, og þá var alltaf einhver pínlítill svona varahlutaforði borð sem að helst þurfti, svo sem eins og kerti og kannski blöndungur, karbúrator og eitthvað þess aftar. Þetta var nú það helsta svona, og eitthvað fleira af svona þessum svona sem var kallað running stock, sko. Og en það var ekki farið í neinar lagaflækjur með að svo út af hvíld eða öðru því. Hvernig viðhaldið var? Nei, það hefði ekki verið farið langt þá. En það var nú ýmislegt sem að séði þarna, sko, þeir voru að fljúga þetta með innflytjendurnar frá Ítalíu til Caracas, Venezuela. Eins og Smári segir að þá var lent þarna í bakaleiðinni, á leiðinni heim. Þar var lent og áhafnarhvíld tekin og svo var teknir þar bananar og fluttið til Íslands. Og það var nú ýmsar sögur sem gengur í sambandi við það, og ég man eftir, ég var nú ekki í þeim túr, en þá hafi Kapteinn Múr, sem ég talaði Bærum Múr, sem hafi þjálfað okkur á Fjarkan. Hann var svona mikill ævintýramaður og mikill spekúlant, og hann hafði verið á skóla með Lindberg, við vorum saman, lærðum saman, þetta frægu kall. Og hann gerði það viðskipti þarna, hann keypti stríðshana á Puerto Rico. Ég var í þessum túr. Og hann ætlaði að þéna eitthvað á þessu stríðshana. Svo hann var frá Puerto Rico til Miami, og þegar að lenda þar þá benda kallinum á það að það sé nú stórhættulegt að koma með svona lifandi dýrindi Bandaríkjanna, sko. Hann lendi bara í vandræðum. Svo að kallið segir að koma með
hanan fram í, svo lenda þeir og þegar þeir lendir þá opnar kallinn hliðargluggann og segir throw the rooster out the window og þeir taka hanan og henda honum út á braut og þeir sáu eftir honum að hann var hlaupandi þarna eftir brautinni og svo fara þeir upp að flugstöðarbyggingunni og þá komur landgang þar og koma menn þarna að tóa vélina og taka mótinni og þá kemur haninn hlaupandi þarna upp að vélinni. Já, einmingja hani hélt að þetta verið nýja hænslastíðan sín. Það séði svona ýmislegt í þessum verðum. Magnús kann þetta kannski betri. Nei, þetta er alveg nákvæmt svona eins og það var.